Tap í hörkuleik samt í NFL í kvöld. Hvernig eru svona fyrstu tilfinningar eftir leik? Svekkjandi, mér fannst við eiga alveg helling inni og ekki ná að sýna okkar rétt andlit í dag. Mér fannst Valsararnir bara að mæta miklu grimmar í leikinn og bara uppskera eftir því. Það geta að vona einhvern svona teikn á loftið að þú myndir ná að stela sig kannski eða svona komast inn í þetta alveg undir lokin. Já, en það ekki alltaf hægt að treysta á það að spila vel í 4 leikluta. Þú veist, körfubolti er 4 leiklutar og það ekki alltaf hægt að treysta á, eins og ég segi, einhver töfra 4 leikluta til að sækja sigra. Við erum að spila heila leiki. Stólarnir komið inn í þessa deild sem nýliðar eftir að koma upp úr fyrstu deildinni sem bara ansi sterkir nýliðar. Það lítur að hafa svona nokkuð mikið flug á liðinu samt svona þessar vikurnar eða svona síðustu vikur á mánuði. Jú, og þetta er alltaf gaman þegar það gengur vel en svo koma svona leikir inn á milli og það er gott kannski bara aðeins að kippa okkur niður í jörðina. Við erum nýliðar í þessari deild og Valur er náttúrulega bara búin að gera þetta allt og vinna þetta allt og við erum náttúrulega ennþá að læra og eigum helling inni og vonandi náum að sýna okkar rétt andlit bara í næstu leikjum. Svolítið sérstök deild þetta árið þar sem að Íslandsmeistararnir eru aðeins að gefa eftir og önnur lið sem að spá bara einhverjum toppsætum er að gefa aðeins mikið eftir. Svona pínlítið fær maður á tilfinninguna að þetta gæti verið svona svo í sletti anyone's þetta árið. Þeir hljótið að sjá okkur fara langt í vor. Já, klárlega og svona okkar markmið komandi inn í árið var að halda okkur uppi og við erum búin að sækja nokkra sigra og tengja þá saman og þannig að eins og ég segi, bara halda áfram og við förum í hvern einasta leik til að vinna hann og já, bara sjá hvert að leiðir okkur sko. Kærar þakkir og góða ferð aftur í Skagafjörð. Takk fyrir það.